Já, komið sæl. Synir Egils heilsa á þessum sunnudegi sem öllum öðrum. Hér á eftir, í seinni hlutunum, þá koma til okkar Albert Jónsson sem er fyrir sendiherra og Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra. Þeir alltaf meðal annars að ræða Trump-stjórnina og öryggismál. En við byrjum hér á vettvangi dagsins. Það er Halla Hrund Logadóttir, þingkona Framsóknar, Dóra Björt Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi Pírata og Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímalsis. Já, stofnandi. Já, eru tvær eða ekki. Já. En hvað er að byrja þetta? Það er búið bara ekki átöku þinginu. Bara virkilega og meira að segja forseti þingsins svona, var bara ósmekkleg í orðavali. En var það reið, það er svona, en, sem hún kannski á ekki að vera. En fjárlögumræðin, hún má taka mikinn tíma. Já, hún er búin að vera lungað núna og í þingstörunum og mun halda áfram. Þetta er dæmi mál sem að þarf að samþykkja fyrir áramót. Og við sem erum í stjórnarandstöðu höfum auðvitað verið að einbeita okkur að því að rýna fjárlögin. Hann á alltaf talað um ríkisstjórn og stjórnarandstöðu, en auðvitað er þetta bara rýni. Og ég er hérna með okkar nefndarálit sem ég held að sé lengsta nefndarálit Íslandssögunnar. Sem ég hvet, þetta er jólabókin í ár, það er góð lesning. Nefndarálit minnihlutans. Já, nefndarálit Framsóknar, það sem við erum að fara yfir, af hverju við teljum að forsendur frumvarpsins séu of bjartsýnar, af hverju það þurfi að efla varasjóðinn sem er 1% núna, hann er í algjöru lágmarki. Við erum að horfa á það að við höldum að tekjur á næsta ári verði minni, heldur en er gert ráð fyrir í þessu frumvarpi. Við erum að sjá miklu meiri óvissu á alþjóðamörkuðum. Staðan sé sem sagt mun verri heldur en hefur komið fram. Eða forsendurnar aðeins og bjartsýnar. Hérna miða við hagvaxtarspá Seðlabankans, miða við óvissuna á alþjóðamörkuðum og miða við það að þegar við erum að sjá skattahækkanir eins og til dæmis í vörugjöldunum sem að draga þá kannski úr vilja fólks til að kaupa, að þá verða tekjur ríkissjóðs líka minni. Þannig að við erum að hvetja til þess að við sýnum meiri varfærni. Við förum í það að efla varasjóðinn sem að ætti að vera 1,5 eða 2% á okkar mati. Og svo erum við líka að leggja til ákveðið aðhald og ákveðna tilfærslur á fjármunum til verkefna sem að skipta máli þegar við erum að tala um kólandi hagkerfi. Það eru verkefni sem snúa því að efla nýsköpun í ólíkum landshlutum í samhengi við auðlindirnar okkar. Það er svo endalaust tækifæri ef við horfum á auðlindir sjávarútvegs, landbúnaðar og ferðaþjónustu. Og svo erum við líka að leggja fram áherslu á það að markaðssetja, sama hvort það er okkar matvæli eða bara ólík framleiðsla, hugverk, hönnun og svo framvegis, til þess að við séum dálítið að fjölga þessum eggjum í körfunni sem að við þurfum að halda þegar það er kólandi hagkerfi. Og svo er þetta íslenskan bara til að halda þessu einræða fram sem við erum að leggja til aukningu í skólakerfið okkar og heilt yfir erum við líka að segja, heyrðu, það er ekki nóg að vera með fjárveitingar, við þurfum líka að sjá betur í fjárlögunum hver markmiðin eru. En þið ætlið að eyða meiru og þið ætlið að spara meira, ætlið að afla meiri tekna þetta? Hverju ætlið að sleppa? Já, við erum að leggja til 2% aðhaldskröfu á hið opinbera fyrir utan spítalinn okkar, fyrir utan löggæslu og fyrir utan menntakerfi og svo erum við að leggja til að fresta ákveðnum framkvæmdum eins og byggingu nefndarhús og öðru sem við teljum að sé hægt að bíða. Nefndarhús, hvað er? Já, þá erum við að tala hægt að byggja sérstakt nefndarhús í samhengi við starfsemi nefnda á Íslandi, átt að byggja við stjórnarráðið. Þetta eru verkefni sem við teljum að geti beðið í svona aðstæðum. Þannig að þær tillögur, þær sóknartillögur sem við leggjum til eru fjármagnaðar á móti í þessu samhengi, þannig að það er ekki auka útgjöld í sjálfu sér. Svona aðhaldskröfur hafa nú ekki alltaf gengið eftir. Nei, þær þurfa að ganga eftir og við þurfum að vera varfærin. Það er bara sýnir sig núna bara í haust. Við byrjuðum á einhverjum allt öðrum stað heldur en við endum. Við erum að sjá vandræði hjá Norðuráli, Elkem, við erum að sjá gjörbreyting á stöðunni á Bakka og þetta virðast kannski vera einhverjum fjarlægir þættir, en þetta eru hlutir sem hafa áhrif. Bara Norðurál hefur áhrif á Orkuveituna sem síðan hefur áhrif á arðgreiðslur til Reykjavíkurborgar sem síðan hefur það áhrif á fjárhag borgarinnar
sína til að fjárfesta í öðru. Þannig að þessi hlutir sem oft virðast kannski fjarlægir í umræðunni, þeir hafa bein áhrif á okkar líf. Það skiptir máli að stíga varlega til jarðar. Já, en finnst þér hérna sem sagt að ríkisstjórnin sé að fara út gist, að gera sér ekki grein fyrir vandanum? Við kannski, ef maður horfir til dæmis á varasjóðin, að hann sé ekki öflugri, að það bendir svona kannski heilt yfir til þess að forsendur fjárlagafrumvarpsins séu ákveðnu leyti of bjartsýnar. Við erum mjög ánægð með að við erum að sjá aukningu í fjárfestingu í samgönguáætlun, við erum að sjá aukningu í fjárfestingum á ýmsum sviðum í heilbrigðiskerfinu, til dæmis þegar það kemur að málefnum sem hafa verið oftrætt í fjölmiðlum, eins og málefni þeirra sem glíma við fíknivanda. En við erum líka að benda á að það er verið að auka ríkisútgjöld á milli ára 9% sem er ein mesta aukning undanfarna áratuga. Ég hugsa þetta, við vorum að reyna að ná utan á hvort það hefði verið einu sinni að það hefði verið 9% aukning milli ára. Og þetta eru meiri útgjöld sem nemur 153 milljörðum króna milli ára. Og það er meira en kostar að reka eitt Landspítala, þannig að það er verið að gefa verulega í og það er auðvitað vegna þess að það þarf fjármagn víða, en við þurfum að passa okkur þegar óvissan í forsendum er svona mikil. Og við semst ekki að fara að afla tekna fyrir þessu? Ég hef áhyggjur af því að forsenduna séu bjartsýnar, sérstaklega þegar kemur að málefnum eins og til dæmis í vörugjöldunum, þar sem að við erum að sjá að innkaup er að eiga sér stað núna á þessu ári og þá kannski verður samdráttur á næsta ári. Þannig að það kannski bara, það er svo mikið okkar útflutningsdrifna hagkerfi sem að getur breyst á svo stuttum tíma og það svona er það að hafa borð fyrir báru, styrkja varasjóðinn og sína ákveðið aðhald er eitthvað sem skiptir máli líka. En er þetta nóg? Fyrir ég ætla ekki að gera þáttastjórnandi samt smá. En er þetta nóg? Að þið tala 2% aðhaldskröfu en ekki á menntakerfi, ekki á spítalan, hvað er þá eftir? Já, í raun og veru er það nóg fyrir þeim tillögum sem að við gerum ráð fyrir. Við erum ekki að breyta... Að þið undanskilji, menni, svona stærstu póstan einhvern veginn, mestu útgjöldin eru í heilbrigðismálum og menntamálum. Já, það er nóg fyrir þær breytingatillögur sem við leggjum til á frumvarpinu. Er það nóg til að ná hallalausum fjárlögum 2027? Það þarf miklu umfangsmeiri breytingar til að ná því. Þannig að það er eitthvað sem að ríkisstjórnin sjálf þarf að setja fram og það má gera ráð fyrir að það þurfa að skera niður 20 milljarða á næsta ári til að ná þessu markmiðum hallalaus fjárlög 2027 sem að við hins vegar teljum að sé mjög mikilvægt og gott markmið sjálfur sér og styðjum ríkisstjórnina í því og hrósum henni fyrir það líka. En að byrja af hverju ef það er samdráttur í atvinnulífinu og efnahags sem hann er ekki búið að vera hagvöxtur í Íslandi í 2 ár, af hverju það er svona eftir svona verið að vera með hallalaus fjárlög? Ég held að þetta vera frekar að þetta væri tími fyrir ríkið að ýta aðeins undir vöxt og þetta seðlabankastjóri sé að fá að reyna kirkja hérna atvinnulífið að þá er það yfirleitt svona sagt að þegar það samdráttur er sem er virðist fyrir nokkuð ljóst af þessum að sigla inn í og þið eru að segja að við hefum að undirbúa okkur undir en þá er nú oft sagt að það sé kannski tilefni til þess að ýta aðeins undir hagkerfið með hagkerfum ríkisvaldsins. Heilt yfir er þetta gott að sé jafnvægi í fjármálum okkar. Það er mikilvægt að við höldum áfram að greiða niður skuldur og svo framvegis. En akkurat þetta eru þeir 2 punktar sem við erum að leggja áherslu á þegar kemur að því hvernig við nýtum fjármuni öðruvísi. Við erum að segja hagkerfið okkar er að kólna. Við erum að sjá það að myndin er allt of brothætt þegar við erum með eggin í svona fáum körfum. Og þess vegna erum við að leggja til aukna fjárfestingu þegar það kemur að nýsköpun til að byggja fleiri stoðir undir atvinnukerfi og sérstaklega á landsbyggð eða ekki síst á landsbyggð og síðan erum við að leggja áherslu á það að það sé hægt að fara í markasetningu og okkar vörum og þjónustum í mun víðara samhengi til þess að við séum ekki bara að treysta á og fáar útflutningsgreinar. Þannig að ég bara get tekið undir með þér að það er mikilvægt þegar hagkerfið er að kólna að við séum að efla fjárfestingu þarna.
En svo getur þetta haldið áfram, þetta getur orðið mjög langar áttur, sko. Við lesum þetta jólanótt. Já. En Dóra Björt, fjárhagsáætlun Reykjavíkur, þið hafið þurft að taka tillit til þess sama, hún nefna til dæmis eins og Norðurál og þannig að þið þurft að taka upp fjárhagsáætlun. Jú, við þurftum að gera það núna milli umræðina og það var svona svolítið bratt að fá þetta í fangið með mjög stuttum fyrirvara og þurfa að uppfæra fjárhagsáætlun en við gerðum það og Þið voru með bjartsýna fjárhagsáætlun fyrir? Nei, við vorum nú bara með svona frekar skynsamma fjárhagsáætlun og reynum að vera það og taka tillit til mismunandi aðstæðna sem geta komið upp. Stundum skynsamt að vera bjartsýnn. Það alltaf leið, en okkur svona gert að setja fram fjárhagsáætlun sem raunhæf, þannig að við erum svona að reyna að vera svolítið raunhæfar og bara að horfa framan í skrýmsli eins og það lítur út, sko. Það svolítið svona mantaran þegar maður í fjárhagsáætlun og við gerðum ráð fyrir 4,8 milljörðum í afganga næsta ári en tökum það niður í 3,4 og á milli var líka voru ákveðna uppfærslu sem voru gerðar sem að var það útsvar og annað sem að koma aðeins til hækkunar þannig að við gátum aðeins stilt þetta þannig að þetta þurfti ekki að koma inn með allt þetta sem að dettur út vegna arðgreiðslana sem ekki gert ráð fyrir að koma inn á næsta ári sem að eru tæplega 1,9 milljarðar sem fara það út en við erum þá að lenda með þetta þarna aðeins fyrir neðan en ekki sem að nemur samt þessum 1,9 milljarðin sem betur fer en við ætlum samt að fara að líti það líka á næsta ári og nýta þessa tillögur sem við fengum frá bæði frá starfsfólki og frá íbúum hvernig við getum farið betur með tíma og fé hjá borginni og ætlum að skoða aðeins á mismunandi sem hvað hægt að gera og nýta þessa tillögu til þess að ná fram svona ákveðnu svigrúmi bæði til þess að bara geta gert aðra hluti sem eru mjög þarfir, við veitum að þá þarf að fylgja NPA-samningum sem dæmi og svo þetta viljum við bara geta brugðist við þegar óvæntar aðstæður kom upp af því að það gerist eiginlega hverju ári þannig að við ætlum svona að skoða hvernig við getum skapa aðeins meira svigrúm bæði til þess að gera hluti sem bara þarf að gera þegar það okkar verkefni náttúrulega að bara forgangsraða Það ekki einugur í borgarstjórnum minnihlutinn að gagnrýningur Já, minnihlutinn að gagnrýna, hann gagnrýnir einhvern veginn alltaf sko, það eiginlega sama hvernig gengur, það alltaf og það eiginlega sama hverjir minnihluta, það aldrei neitt sáttum með neitt sko og það þrátt fyrir að núna stöndum við fram fyrir fjárhagsáætlun þar sem að öll markmið fjármálastefnuna sem var sett á sínum tíma eru komin á grænt, við vorum að fá 9 mánaða uppgjör þar sem að við erum í 2 milljarða plús í A-hluta sem hinn eiginlega rekstur og þetta stendur bara vel sko, þannig það alltaf að tala til okkar sérstaklega þegar þetta eru hópur kvenna sem að þarna eru saman ég kalla okkar 5 hagsýnu húsmæður sem að erum þarna og erum að setja velferð í fókus og erum að setja félagshyggju í fókus og auðvitað svona bara skynsama þróun borgarinnar en viljum samt líka fara vel með peninga og það út af því að til þess að geta náð okkar markmiðum þá þurfum við auðvitað að passa vel utanum upp á budduna en það alltaf verið að svona gefa í skinn og látið verið vaka við kunnum ekki með fé að fara og séum ótrúlega óábyrgar út af því að ég held að það sé kannski svona einhver saga sem er auðvelt að kaupa fyrir almenning þannig að spila henni og heyrði Einar Þorsteinsson oddvita Framsóknar vera þinn góða félaga, þannig hann nú líka ágætur félagi minn, hann ekki þannig en hann var að tala að við varum að losa beltið og eitthvað svona og þetta svona frasi sko, sem að hann að vona festist sko, þannig að fólk fá einhverja ímynda okkur að við séum bara að sleppa takinu og höfum engar stjórn en það bara viðs fjarri og eins og okkar 9 mánaða uppgjör sýnir sko. En blaðamaður Eyrún, ert þú búin að vera að fylgjast með þessu hvort tvekja? Já, ég veit að maður fylgist þetta með þessu svona og reynir að finna út hvað skiptir máli fyrir fólk og við vorum nú að skrifa það mitt á Gímaldinu svona þetta helsta úr þinginu núna en ég reyndar, mér finnst þetta að því að myndist aðeins á NPA-samninga og þessa það var samþyktur þessi sáttmáli Sameinuðu þjóðanna vegna sem að var auðvitað mjög stórt skref og hefur áhrif á sveitarfélögin líka eitt sem að ég hef tekið eftir ég er rosalega þreytt og það þetta rifrildi á milli ríkis og sveitarfélagana hvernig á fjármagn eitthvað, hvaðan einhverjir peningar að koma og mér finnst þetta orðið einhvern veginn svo mikið lenska þegar einhver stór mál að þá eru þess að menn setja sig í þessar stellingar ok, nú þurfum við að fara að rífast við ríkið pening og fá meira eða þá að ríkið, þú veist og ég veit ekki á hvern hallar nákvæmlega alltaf en sem svona bara sem bara skattgreðandi þá segi ég, mér alveg sama þú veist, í hvaða línu eitthvað á einhverjum þú veist, ég borga bara skatta og bæði til ríkis og sveitarfélaga og
og ég veit ekki, ég er ekki endla að segja þið að svara þessu, en af hverju þurfi síðan alltaf einhvern veginn að vera að svona viðra þennan óhreina þvott að það þurfi alltaf að vera þetta rifrildi og það þurfi að vera að leggja þetta á okkur lesendur og hlustendur og áhorfendur fjölmiðla að það var alltaf einhvern stjórnmálamenn mætti til að rífast hvaðan peningarnir að koma og við erum bara þú veist, ég er bara alltaf að borga getið ekki bara haft þetta í lagi þannig að mér finnst það rifrildi orðið mjög þreytt. Ég skilða mjög vel og eiginlega hundlegilegt að þurfa að tala þessa hluti og þetta eitthvað minnst sexy í málefni sem að maður eiginlega getur borið á borð að við séum með einhverja skuldbindingar og ríkið náttúrulega getur bara ákveðið lög sem að segir bara sveitarfélögunum hvað þau að gera og bara það bara svona háð hendi sem hvort að þau láta okkur fá peninga fyrir þessum verkefnum sem við verðum að samþykja við eigum að gera. Þannig að auðvitað það svolítið pirrandi staða. Við verðum svona svolítið undir hælnum á ríkinu sem að getur bara, við þurfum alltaf að semja við að þau fjármagni það sem þau eru að segja okkur að gera. Af því að þú veist, við erum í fjárhagsáætlun, við erum okkar verkefni og svo bara alltaf verið að bæta við verkefnum. Þú veist, þetta bara svona eins og sérst einhvern veginn starfsmaður, sérst með yfirmann sem alltaf að segir gerð meira og meira en þú veist, þú færð ekki meiri tíma í vinnudaginn eða þú færð ekki borgað yfirvinnu, skilurðu, en þú ert samt alltaf að gera meira og meira. Ég held að það sem erum að tala af hverju sveitarfélög og ríkisvaldi þurfa að vera einhverju átakapólitík í fjölmiðlum svona gagnvart því í staðan fyrir að setjast niður og finna einhverja lausnir. Það er inngróið í allt kerfið, það er hellinga fólki sem verður fyrir því að sveitarfélagi segir nei því miður, þinn vandi er heilbrigðismál, ríkið á að borga, svo ferðu til ríkisins og þá segir ríkið nei þinn vandi er félagslegur þannig að þú þarft að fara til sveitarfélagsins. Þannig að það er hellinga fólki sem lendir í vondri þjónustu út af því að það er ekki, þessi mál er ekki almennilega afgreitt á milli ríkis og sveitarfélaga. Það var akkurat samningurinn réttindi fatlaðs fólk sem var svo gríðarlega mikilvægt að lögfesta. Það var dæmi að því að við erum að tala stjórn og stjórnarandstöðu og meira hluta og minni hluta. Og ég kýs að líta á þetta, hlutverki er að rýna og það er svona skiptimáli að hlusta og eitt af því sem að við töluðum okkur hásum var að það fylgdi ekki fjármagn. Það var verið að setja ákveðnar skuldbindingar sem og tryggja þá mikilvæg réttindi og þá finnst mér vera eðlilegt að fatlaðir einstaklingar sem að sækja þau réttindi til sveitarfélaga fá ekki eitthvað nei af því að hlutirnir sé ekki fjármagnaðir. Stór hluta því það var búið að lögfesta það sem var kostnaðarsamt í þessu samningi, búið að lögfesta fyrir áður, þannig að þetta var í íslensku lögum án fjármagnunar, þannig að sjálfur sér breytti samþykkt samningsins ekkert það. En þá átti hins vegar, bara svo ég með klára, þá átti að sjálfsögða tryggja það núna þegar var lögfest að það færi meira fjármagn til sveitarfélagana því að það er óþolandi staða að fyrir einstaklinga sem eru að glíma við fötlun að þurfa síðan að vera að berjast við kerfi þó þeir eigi réttin samkvæmt lögum þá þurfa þeir að fara að sækja sinn rétt til dómstóla. Þetta er bara frábært dæmi þar sem að hefði þurft að hlusta á þessa mikilvægu rýni og setjast niður og finna einhverja lausn þannig að sá sem á rétt á þjónustunni samkvæmt lögum þurfa ekki að berjast til kerfi. Það hefði verið mun fallegra ef þingi hefði samþykkt að fjármagna það sem hefði þegar verið sett inn í íslensk lög í staðin fyrir að vera að samþykja önnur innihaldslaus yfirlýsingar. Það var nefnilega það sem var erfitt í þessu samhengi. Það er allir sammála að lögfesta samningin og það var frábært skref en það verður að láta fjármagn fylgja með og það er það sem við gagnrýndum að vera ekki gert. Og það er náttúrulega ótrúlega sárt þegar fólk með fötlun sem þarf ákveðna þjónustu þarf kannski að velja sér búsetu eftir því hver er að fara að veita þjónustuna. Við sjáum það bara, það er ekki búsetu frelsi ef að þú þarft að hugsa út í það hvað er líklegt að þú fáir þjónustu og hvað er ekki og þess vegna hef ég reyndar að tala fyrir því að einleið væri til dæmis að NPA-samningarnir væri að hluta til eins og bara stærstu samningarnir væri bara fjármagnaðir beint af ríkinu þannig að væri bara sveitarfélögin hætti bara að vera milliliðir að sé bara tryggt að saman hvar þú býrð þurfi ekki að hafa þessar áhyggjur og það er náttúrulega aðmáli bara að sé svona samfellið þjónustunni og íbúin þurfi ekki að hafa áhyggjur af þessu en það kannski snýst svolítið mikið verklag af því að eins og þú segir leiðilegt að fara að takast á með fjölmiðlum auðvitað hefur það verið reynt áður að gera þetta með öðrum leiðum. Þú veist, það hafa verið sendan umsögn þetta mál og bara beðið að það er bara, þetta er frábært mál, það eru öll saman það og bara, þetta er gigantískt mikilvægt réttindamál og snýst það að við séum bara
velferðarsamfélag sem tökur vel utan fólk. Og ekki útgjaldaraukning til lengri tíma? Já, en við viljum náttúrulega bara að það verði þannig að verkefni fylgi fjármagn. Við meina, það ekki nýtt fjármagn, það fjármagn sem að fólk, þjónusta sem að fólki fær með öðrum hætti oft kostnaðsamari heldur þessi samningar. En svo náttúrulega kannski... Það reyndar sagt, en svo þegar það skoðað, það kannski ekki alveg... Það vantar eiginlega einn möguleikin að sá bara að veit ekki þá þjónustu sem þú átt að gera lögur samkvæmt, að þá kannski spararu, en það náttúrulega bara kostnaður sem að lendir á viðkomandi öryrkjum. Já, og auðvitað á maður bara að sitja í forganga að standa með þessum verkefnum, en ég bara segja að það sama, það bara fyndið fyrir okkur, ég tala nú ekki Reykjavíkborg, þið vitum nú hvernig alltaf að tala okkar fjármála, við erum alltaf á haustum og það skiptir engu máli hvort við séum með stöndum vel eða eins og bara núna, ég meina með skuldahlutfall sem lægsta með því lægsta höfuðborgarsvæðinu höfum verið með í mörg ár, hvort sem skuldahlutfall og skuldar á hvern íbúa, ég meina við erum með plús í okkar reikningum, erum komið alltaf grænt, samt erum við alltaf á kúpunni bara og það alveg sama og sjálfstæðisflokkurinn talar alltaf. Það tala þannig. Ég að segja það í umræðinni, þannig að það auðvitað umræða sem við erum mjög vön og það kannski bara svolítið pirrandi í ljósi alls að vera samþykkja einhverju verkefni, svo fá ekki fjármagni sem fylgir, sem þarf að fylgja í raunni og nema þú kannski einhverjum hluta og það náttúrulega gott þegar það tekst að hluta en svo kannski einhverjir þingmenn sem að standa svo í pontu og að segja að fjármálin hjá okkur ganga svo illa og svo framvegis, þannig að það kannski það sem skapar ákveðin frústrasjón. Það svolítið fyndið að þetta skuli ganga á Íslandi að hægri menn geti haldið fram að þeir einir kunna fara með fjármál eftir hrun og enn finnar eiginlega að karlar geti eiginlega frekar að fara með fjármál heldur en konur. Þetta hvort á sér nokkra rætur í sögu okkar eða reynslu. Við sýtum svolítið undir því. Ég held að það er svona fordóma. Ég er furðulegt að við getum bara lifað í svona einhverjum sýndarveruleika þar sem þetta gildir að hægri karlar sem helst tristandi fyrir peningum. Og það þrátt fyrir að halli ríkissjóðs hafi verið gigantískur undir stjórn Sjálfstæðisflokksins og þrátt fyrir að Reykjavík bara Íslandsmet í halla. Nákvæmlega og það einhvern veginn ekki talað það því að þetta bara snýst allt ásýnd og upplifun og ekki og þá bara segi bara skoðu gögnin, skoðu tölurnar það bara það sem skiptir máli. Förum í skólameistarmálið. Eyrún. Já. Þetta rosalega eitthvað klauðalegt allt saman og vasnalegt. Til þess að núna þeir skólameistarinn á Egilsstöðum sem að þetta bara í fréttum og Já, einmitt. Það eru þetta margir angar á þessu máli. Guðmundur Ingi bara ræður ekki við það? Nei, ég held að það er svona margir angar á þessu. Eitt það eru þetta verið að gera einhverjar grundvallar breytingar á stjórnsýslu framhaldsskólana sem búið að kynna. Ég held að það þurfi einhvern veginn núna að taka þetta svona, stundum tala að fara aðeins upp í þyrlu og horfa yfir, að þú veist, bara hvað það nákvæmlega sem að gerast, af því að það er auðvitað vont þegar umræða svona breytingar verður á grundvelli, þú veist, einhver svona eins máls og ég veit ekkert mál þessa skólameistara þannig sé frekar en aðrir, eða semst ef við tölum skólastjóran í Borgarholtsskóla, hvort að þetta rétt ákvörðun eða ekki, eða hvað nákvæmlega verið að gera. Ég meina, menntamálaráðuneytið búið að segja, þetta sé einhver, nú eigi þetta að vera svona, það eigi að auglýsa þetta. Ég fekk nú svona ég hitti nú manneskju í gær sem að býr í Svíþjóð og hún sagði, eru ráðherrar að skipa skólastjóra á Íslandi? Akkur eru þannig? Og þá segi já, en það er rétta leiðin. Þú veist, kannski þarf að skoða þetta eins svona utan. Þú segir þetta. Já, þá fyrir maður að hugsa, er það... Hvað flokk er hann? Já, einmitt, alveg, var það einhvern tímann eitthvað frábær hugmynd til að byrja með, Þannig að kannski þyrfti að horfa á þetta og svo er þetta líka þessar breytingar. Skólastjórar hafa sagt þeir séu ósáttir við þetta og eru ekki kátir með það sem á að vera ekki kátir með þessar kerfisbreytingar, getur það haft áhrif á þetta mál, þessi málöldsömmul verið að nýta þetta, þú veist, ég get ekki svara þessu öllu. Þetta er fólksins komist upp með að reka skólastjóra sem að móðgaði formanninn? Ég veit ekki, það er náttúrulega annað mál, þú veist. En það flækist inn í þetta. Auðvitað flækist þetta allt saman. Þetta mál snýst það. Já. Ég held að sé að fái sem að trúi sögu flokks fólksins. Nei, en svo kemur þetta með engin skólastjóri í landinu trúir því.
hvort að honum sé bara fórna líka til að Já, til þess að það oft sem sagt, sko. þú gerir ennþá meiri bommörtur í cover-upinu heldur en í hneykslinu sjálfu. Þannig að nú erum við bara í miðju cover-upi og þeir eru bara að gera vont mál enn verra. Ég held að það sé náttúrulega ekki alveg ljóst að það sé alltaf út af þessu en ef svo þá það náttúrulega bara óbúðlegt og algjörlega styrlað eða út af þessu skólamáli. Trúið í að þetta sé út af þessu. Algjörlega og það náttúrulega mjög sárt og vont og það kannski bara bendir réttilega á það að þetta fyrirkomulag þarf að vera faglegt. Þú veist, það þarf að vera yfir allan vafa hafið að séu faglegar ákvarðanir teknar þetta bæðum skipun og mér skilst að sé nú þessi hæfnisnefnd sem að starfar og leggur grunn að því. Nú að þegar þessi ágæti maður var skipaður þá var ákveðið að víkja frá hæfnisnefndar tillögunni. Það fyrir kannski ekki vel á því heldur að gera það. Ef þú ert á annað borð að vera með hæfnisnefndir áttu ekki bara að fylgja því og eins og í borginni þegar við erum að ráða æðstu stjórnendur þá er ég mjög upptekin af því að kemur tillaga frá hæfnisnefnd og maður stendur með henni og við höfum gert nýjar reglur ráðningu á æðstu stjórnendur til þess að hafa yfir allavega að hafa það að sé faglegt ferli og sé ekki pólitískt ákveðið af því að það er bara gamla pólitíkin og gamli tíminn að þú veist sérstaklega í svona faglegar stöður það er bara óbúslega mikilvægt að það sé fagleg umgjörð en þá líkum það að þú ert ákveð að framlengja ekki þú veist, er það þannig að hæfnisnefnd og rosa ferli í kringum að ráða en svo þegar það er ekki að framlengja þú veist, hvar er faglega nefndin núna sko, sem að einhver með leggir eitthvað mat á það, þú veist, af hverju það þá ekki bara hluta ferlinu eftir 5 ári eða 10 ári eða hvað sé það bara lagt mat á það, bara hvað segja krítirinn hvernig, ert þú búin að vera farsæll stjórnandi? Þú veist, ef þú ætlar að vera lengur en 10 ár, þarf ekki að hafa verið frábær stjórnandi, þarf það ekki að verið allan vafa hafið að þú sért búin að ná mjög miklu árangri með þitt starfsfólk, fólki líði vel, námið sé frábært og svo framvegis. Ása Guðmundsson hefur aldrei farið yfir reikning, sko, hann alltaf verið innan heimilda. En það er alltaf verið að tala um það, bara innan heimilda, eins og það sé helsta hlutverk rektors í menntaskóla að vera innan heimilda, ok, flott hjá honum, en er það ekki bara lágmarkskrafa? Því miður þá hefur það orðið þannig að skólastjóri er handbendi mannsins með budduna, en er ekki endilega, hann hefur eiginlega ekki svona stöðuna til að vera svona faglegur forystumaður í skólanum, vegna þess að hann er eiginlega frekar handbendi fjárveitingavaldsins. Þetta er bara sömuleyti hafa skólastjóra starfi verið eyðilagt og kannski er þessi tillaga Guðmundar Inga að búa til svona gott stuðning, kannski er þetta í bóta, ég veit það ekki. Ég fæ aðeins að tjá mig um það því að sko ég er búin að vera að heimsækja menntaskóla og í ólíkum landshlutum og þetta eru algjör hryggjarstykki bara í byggðastefnu í því að það sé góð þjónusta í heimabyggð og maður sér bara allt lífið og tækifærin og bara sem að verða til í tengslu við þessa skóla og það er svo mikilvægt að þeir séu öflugir og sterkir og ég verð að segja að mér finnst þessi hugmynd með að hafa svæðisskrifstofur sem að eiga að styðja við skólana í ólíkum sviðum, hún hljómar kannski ágætlega en þú ert í raun og veru að færa ákveðin verkefni frá skólunum á þessar svæðisskrifstofur og þú ert kannski líka að búa til ákveðin svona buffer á milli skólana og ráðherra og ég hefði einmitt haldið að það þyrfti að vera mjög öflug samvinna þar á milli og má alls ekki vera þannig að skólastjórnendur einhvern veginn festist í einhverju millistofnun ef að þeir þurfa að gera breytingar því að þeir þurfa einmitt að geta verið faglegir leiðtogar í sínum stofnunum. Hvernig fyrir bara á þetta að vera? Bara með starfsfólki? Já, í raun og veru þetta að vera eins konar stofnanir í ólíkum landshlutum sem eru þá mannar að sérfræðingum sem að styðja framhaldsskóluna. En þessir sérfræðingar eru í þessum öflugu framhaldsskólum, ef maður horfir til dæmis bara Sauðakrók eða á öðrum stöðum á landinu þá eru þessi starfsemi nú þegar til staðar í skólunum þannig að þú ert kannski að færa hana til og veikja þá skólana einhverju leið og ég hef kannski að því ég hef nú verið yfir stofnun ég ekki mikla trú á því að það sé gott að setja svona eitthvað millilag á milli stofnunar og ráðherra. Ég held að það geti leitt til þess að ráðherra getur alltaf sagt, heyrðu, þú eru að tala við stofnun þetta vandamál og einhvern veginn verði þá svona ákveðin buffer. En ég hef það meiri fjarlægð á milli. Já, ég hef þá Þetta kerfi hefur verið, við vorum eins, ég veit ekki hvað fræðsluskrifstofa Reykjavík er sterk núna, en þar var það svona sérfræðinga miðstöð og þá var sagt að það verður snurra að hafa sérfræðingar út í skólunum og svo gengur það bara alltaf fram og tilbaka, þetta er bara svona sikkur sjónarmiðin. En við erum auðvitað með
með nýja stofnun sem styður heilt yfir með menntakerfið og við erum líka með öflugt ráðuneyti. Þannig ég svona þurfum við fleiri aðila, ég er ekki sannfærð það. En þannig að ég held að sko það er það sem ég hef að segja um þessa tillögu. Síðan er þetta í samhengi við sko ráðningar í tegum undir við þér Eyrún. Maður kannski hugsar, er þetta rétta ferlið með við hvernig bara samfélagið okkar hefur þróast og hversu mikilvægt er að við séum sterka sjálfstæða faglega leiðtoga í skólunum. En auðvitað það ráðherra líka að kynna, hvert erum við að fara, svona verður ferlið og það er ekki gott lag á því að ólíkir stjórnendur sé að læra það í fjölmiðlum. Þannig að það verður spennandi að heyra frá ráðherra sem að hefur verið mjög áhugasamur þennan málaflokk, hvað hann er að hugsa til lengri tíma og hvernig þetta rýmur saman. Mér langar að spyrja ykkur að einu. Nú er ekki ár liðið síðan að ríkisstjórnin var mynduð og þessi ár síðan að vera kosið. Og ef þið horfið yfir svona málin sem hafa verið í kringu Flokk fólksins, hafið þið trú á því að ríkisstjórnin lifi 3 ár í viðbót með Flokk fólksins sinni? Já, svari hver fyrir sig. Ég held að það sé vel mögulegt. Heldur að sé það hægt? Ég held að Heldur að fara ekki að sjóða svolítið á Kristrún og það gerir Katrínu? Þetta er erfitt fyrir alla því að svona mál komu upp og en ég held að fólk slípist til og læri kannski á hvort annað og hvernig maður er að feta slóðina og þegar þú tekur fyrst við svona þannig að þú sér bata hjá Flokki fólksins? Já, ég er svona, þú veist, þetta er líka bara það að taka við svona stöðu er náttúrulega bara svolítið stórt skref fyrir flokk sem hefur aldrei verið í slíkri stöðu áður að þú veist að bara læra hvernig hún fetar þessa leið sko að það er bara að tekur tíma og þetta getur hrasa og ýmislegt verið klaufalegt og eitthvað svoleiðis en ég held að fólk geti alveg lært þannig að það fer kannski bara svolítið eftir því hvort að auðmýktir sitt í staðar og fólk svona horfist í augu við það sem ekki hefur kannski gengið. Nú eru erfiðari tímar framundan og verður kannski erfiðara fyrir Flokk fólksins að ná í gegn eitthvað af sínum miklu loforðum fyrir kosningarnar. Þannig það má líka reyna á það megin frá. Það er ekki bara að þetta sé svona álag fyrir hinar valkyrjunar að hafa flokk sem er til þess eins og þetta var ekki skemmtilega dagur á Kristrúnu þegar hún tekur upp myndband nú ræsu við borana eitthvað svona og þá gís upp annars vegar skólastjórnarmálið og hins vegar það að samgönguráður hafi ekki lesið einhverja skýrslu. Þannig að það er svona maður sér alveg pirringin sko hjá hinum flokkunum yfir þessu. Það meðist eins og Flokkur fólksins hafi náð svo miklum árangri. Mér finnst hún Inga alltaf vera bara check sko. Það er eins og við vorum að nefna áðan, það er samþykkt á þessum samningi sem er ófjármagnaður. Ég held að þetta endir með því að Kristrún svona verður yfirfrækki sko, yfir Flokki fólksins. En við verðum að horfa það. Hún fá að lesa yfir áður að þau fara. Ég held að það verði bara að gerast. Auðvitað er þetta eins og hér hefur verið bent á að þetta er minni flokkur og hvert svona mál auðvitað heggur í ríkisstjórnina. En það eru líka mál sem að munu höggva í hina flokkana. Við sáum það núna í þessari viku. Ég fjallaði mál sem að hefur ekkert farið mjög hátt í samhengi við aðgengi að menntun lækna sem að sko ætti að vera alltaf í lagi og manni finnst bara sjálfsagt sem borgari ríkisins að ef það er eitthvað sem að heilbrigðisráðuneyti er að passa upp á hverju sinni og ríkisstjórn er að það sé greiður aðgangur að menntun lækna. Svo kemst maður að því að það eru búin að fara sko 4-5 ráðherrar og forseti til Svíþjóðar á einhverja fundi og á sama tíma komast sérfræðingarnir okkar eða læknarnir okkar ekki út í sérfræðinám. Þannig ég spyr líka, þú veist, það er alls konar svona mál sem að verðast verið minni heldur en undanþágur við tollum Evrópusambandsins sem að munu líka reyna á að ríkisstjórnin þarf að valda því að tryggja aðgengi að læknanámi við Svíþjóð, okkar nánasta samstarfsaðila. Alveg eins og hún þarf að valda því að geta barist í stórum málum eins og undanþágum við Evrópusambandi. En ég held að muni líka reyna á svona mál þegar þau fara að koma fram og ég held líka að þessi Evrópu umræða muni reyna meira á Viðreisn. Þannig að ég held að þetta verði alveg krefjandi og við erum eftir að sjá hvernig það þróast. Svíarnir eru allast til þess, sá sem fer í sérnámi á þeim, þannig að við erum búsettur í landinu í 2 ár. Það er í raun og veru var gerð svo breyting að þú þarft að taka kandidatsárið eða embættisárið í Svíþjóð. Og áður var það þannig bara íslenski læknar tóku ári hér sem var hannað eins og í Svíþjóð og þeir líka voru með mikla starfsreynslu og fljótrælar tungumálið þannig að það var mjög greið leið.
En eftir þessa breytingu að þá orðið mjög erfitt fyrir lækna, sérstaklega þegar kemur að barnalækningum, skurðlækningum og fleiri sviðum að komast til Svíþjóðar. Og þetta dæmi eitthvað svona mál sem að einstaklingar að berjast í. Og á sama tíma hefur það verið þannig hjá embætti landlæknis og heilbrigðisráðuneytinu að það vegna reglugerðarbreytingar sem var gerð hérna heima að þá eru mjög margir læknar sem eiga erfitt með að fá metið sitt sérnám þannig að þeir geti starfa við það vegna þessara reglugerðarbreytingar í sjálfu sér. Já, hér á landi. Hér á landi, þetta tvöfaldur vandi og ég segi bara, þú veist, fyrir mér þegar við erum að horfa bara rekstur ríkisins, þá eru bara ákveðnir þættir, bara svona grundvallar þættir sem þurfa að vera í lagi. Og fyrir mér þetta dæmi eitthvað, bara heyrðu, bara leysum þetta mál varðandi aðgengið og það ekki hægt að vera að senda hálfa ríkisstjórnan til landsins á þess að ná utanum lausn af því. Þannig ég held að munum það miklu fleiri önnur mál sem koma upp og munum reyna á ríkisstjórnan. Munum reyna á í atvinnumálum og efnahagsmálum. Já, fyrir utan þessar risastóru mynd. Allavega frekar að vera að taka niður þessu takmarkanir. Heldur að Flokkur fólksins verði í ríkisstjórn 2029 þegar það verður gengið til kosninga? Ég veit ekki. Það Finnst ykkur þetta vilt hugmynd mér? Nei, alls ekki. Við var svar veit ekki. Ég ætla að skjóta einu inn hérna. Samfylkingin og Viðreisn pluss Framsókn. Það vantar einn mann upp á meirihluta. Það nóg að Þórdís Kolbrún gangi í Viðreisn. Það nóg að Ragnar Þór gangi í Samfylkinguna og það nóg að Lilja Rafney gangi í Framsókn. Og það nóg að Ásthildur Lóa láti undan særendur sínum eftir hvernig var að fara með hann á gangi okkur annan flokk til þess að koma nýr meirihluti. Áttu við að þetta vera nýja strategía Framsóknar? Að veiða og hrýna flokkunum? Ég fyrir þetta bara á einn Lilju Rafney. Það fyrir því hver verður formaður Framsóknarflokksins. Það þarf að vera valkyrja, svo þetta var formálinn. Já, ég veit þetta ekkert frekar en aðrir. Get ekki breytt mér í svo sem mikinn spámann í þessu. En ég get allavega sagt, við vorum á Gímaldinu að velja daginn svona 5 bestu og 5 verstu augnablik ríkisstjórnarinnar og það var mjög erfitt að finna eitt af þessum 5 verstu sem tengist ekki flokki fólksins vegna þess að það var af mjög miklu að taka þar og það auðvitað að einhverju leyti getur skrifast á eitthvað reynsluleysi svona ef maður fer inn í sanngirnina þá er það þannig en svo þolinmæði fer kannski svolítið að verða búin gagnvart því að við getum sagt já þau eru hafa aldrei gert þetta áður að ég held að það svona kannski bara hjá kjósendum kom með því að þau segja heyrðu, þú veist, núna er þið bara verið búin að ná þessu og við þurfum að vegna þess að það á auðvitað að vera krafa ég segi það fyrir mig bara sem þú veist, kjósandi auðvitað að vera krafa við sem afburða fólk sem ráðherra við getum ekkert, það getur ekkert bara einhver verið ráðherra. Þú veist, þú þarft að hafa besta fólki þar og það þarf að geta þá kalla með sér gott fólk og stjórnendur og svona, þú veist, þetta þarf að vera afburða fólk. Það er engin ráður en Þorgerður Katrín sem hefur ráður áður. En þetta er vandamál sem er allstað ef það er vandamál. Já. Þannig að það getur ekki verið, þannig að það er eitthvað sérstakt vandamál með flokk fólksins. Já, líka svona kúltúr í flokkum, þú veist, það getur alveg verið þannig ef flokkur hefur verið í ríkisstjórn og þú veist, þekkir hann bara hvernig er að fara með vald, eða hvað ég segja, að fara með svona verkefni og bara getur fengið góð ráð frá þínum félögum sem hafa kannski verið í stöðuna áður og svo framvegis þannig að það er alveg áskorun held ég en að sjálfsögðu er alveg rétt að það þegar ég segi þetta þá rifjast enn og aftur upp þegar ríkisstjórnin 2013 Sigmundar Davíðs ríkisstjórnin og Bjarni Ben að þá hafði enginn verið ráður áður og þá sagði Davíð Oddsson að sumir ráðarar verða fljótt húsvanir sem sagt að embættismannakerfi bara gleypið á Það er náttúrulega alvöru áskorun hjá öllum kjörnum fulltrúum að koma sinni stefnu áfram og svo framvegis af því að auðvitað er þannig að kerfið er með einhverja sýn en svo er það bara fagleg vinnubröð sem þú vilt hafa fyrir að sjálfsögja en svo er það líka kannski bara það að kerfið er bara á einhverjum dampi og það tekur mikið afl að færa olíuskip það er bara þannig í öllum Svo kemur einhver nýr kjörin fulltrú og vill gera þetta einhvern veginn öðruvísi
og þá kemur Þeir vita alveg að geta bara reyna að býða þetta af sér en hérna hann ekki bara að gefa sig, þá fer ég á stað. Mér var reyna bara dætt í huga áðan með Framsóknarflokkurinn væri á leiðinni í ríkisstjórn. En því meira sem að ég tala þetta því samfærður verði. Ég held að í félagaskiptagluggunum í janúar. Þú þannig að trúa þér? Já, það verður félagaskiptagluggi í janúar sem að verði stór tíðindi í íslenskri stjórnmálum. Ég segi bara í tilefni jólana, leyfið börnunum að koma til mín. Ég held að sé verið breytingar. Já. Heldur að ráðist að formannskjöri Framsóknar? Hvenær það? Nei, það ekkert í manni. Febrúar. Já, með febrúar. Valentínsdaginn. Hverjir eru búin að bjóða sig fram? Ég ekki á leiðinni í þann slag. Ertu ekki? Nei. Þá drýði þetta allt tilbaka. Það þarf að vera þingmaður til þess að þetta gangi upp sem ég að segja. Sem formaður. Það gengur ekki að hafa manneskju út í bæ. Þó að hafi náttúrulega gerst. Það hafi verið utan þings ráðherrar, Geir Hallgrímsson og fleiri, miklu fleiri. En ég ætla ekki að skemma þáttinn með svona vildu hugmyndum. Við erum að nálgast áramót og þá... Það verður að fara nálgast áramót. Það er að það verður svona að hægja eins á flokki fólksins og fólk vandi betur það sem það segir og gerir. Það er til þessu undirbúningurinn tilkynningu samgönguáætlun er augljóslega hvað heitir þetta svona pólitískt Eyjólfur, hinn voru ágætt Nei, ég meina þú getur ekki gert þetta nema með svona einhverjum aðdraganda og undirbúningi. Þetta ekki leiðin. Er þessi skýrsla endilega nauðsynleg í þessu? Nei, ég ekki að tala um að hann hafi ekki lesið þetta bara kemur, þú getur ekki komið með þetta en það sérðu á viðbröðunum fyrir austan að það var augljóslega algjört vanmat á því hvaða fréttir voru í þessu sem hann var að færa. Hann var svo sannfærður það að honum fannst þetta að vera rétta hugmyndin. Hann gleymdi að það er 400.000 Íslendingar sem er eftir að melta þetta og hann færi þetta bara eins og búmerang í hausinn En hann er ekki einn í þessu Jafnvel þingmenn stjórnarflokkanna gagnrýna þetta er samþykktin í stjórn og Daði, þau koma með hann að kynna þetta þetta er samþykkt í ríkisstjórn stökku fram að brettinu líka Ég sit með þessari nefnd, umhverfis- og samgöngunefnd og nú auðvitað eftir ráðherra eftir að mæla fyrir þessari lykilnefnd og það er auðvitað mjög spennandi tímar því að það verðist að auki fjármagn og það er allir búin að bíða eftir því hvernig verður því ráðstafað og hvað þýðir samgönguáætlun? Þýðir samgönguáætlun þegar hún er samþykkt að það er stefna olíuskipsins því þetta er sannarlega olíuskip Hann er að breyta því eða þýðir það eitthvað annað og það eru það sem að þarf að ræða sérstaklega er bara þessi aðferðafræði því leið og þú samþykkir stórar framkvæmdir sem hafa fengið þetta eru 600 milljónir sem hafa þegar farið í að undirbúa þessi göng og öll þessi sveitafélög á Austurlandi hafa ákveðið saman að styðja þennan valkost. Múlaþing var búið til í kringum þetta. Það er búið að ákveða. Þetta hefur verið mjög mikil samstaða milli ólíkra aðila á þessari forgangsröðun. Og þá er bara áhugavert, auðvitað eru þá alls konar fjárfestingar, skipulag í sveitafélögum sem að fara að snúast í kringum þessa ákvörðun og síðan er henni breytt. Þannig að það er eitthvað sem að þarf líka að ræða sérstaklega. Við sjáum til dæmis að nú að fresta framkvæmdum sem snúa höfnin í Þorlákshöfn. Það er fullt af aðilum sem eru að horfa á fjárfestingar í samhengi við þá uppbyggingu. Milljarða uppbyggingarna. Já, þannig að það er mjög mikil ábyrgð hjá ráðherra og þingheimi í að ræða, við getum ekki einhvern veginn jójóað hlutunum fram og tilbaka af því að það hefur svo mörg keðjuverkandi áhrif. Líka því að þetta var samþykkt inn í þinginu. Það finnst mér það eiginlega ekki ganga að ráðherra leggist undir feld og komið svo, ég með alltaf þeirra niðuröðun heldur búið að samþykja inn á þinginu og búið að samina sveitafélög fyrir austan. Þó að ríkið hefði náttúrulega aldrei staðið við neitt svona. Ég meina, það var sameining í höfuðborgarsvæðinu út á Sundabraut. Ríkið hefur aldrei staðið við neitt svona sem hefur verið forseta sameininga. Og það er kannski undirstrykar þetta bara svolítið mikilvæg að eiga mitt samráð við nærsamfélagi og þeim fjármunum sem er varið á hverju svæði sé bara eitthvað ferli í kringum það að fólk hafi meiri aðkomu frekar en að ríkið komi bara á þetta, þú veist. Að þetta varðar náttúrulega bara fólk sem býr á þessu svæði svo miklu meira heldur en nokkuð tíma fólk sem býr svo annar staðar og jafnvel ráðherrar sem að þú veist að þetta er svona maður fyrir alveg að velta fyrir sig bara
forminu á þessu og aðferðafræðinni og á þess að ég hafi ykkur sterkar skoðun á þessu að þekki eitthvað ofsalega vel til að þá náttúrulega bara augljóst að fólk bara í einhverju áfalli yfir þessu augljóslega og það náttúrulega sárt að sjá. En Siglufjarðargöngur, sko, þar vegur en þetta bara alltaf hrynja í sjófram. Já, það er alltaf að þylja svoleiðis upp endanum, sko, en það var búið að samþykkja í þinginu og þá það bara spurningin, eigum við að gera ráð fyrir því að það sem þingi samþykkir, að það gildi, eða getur bara einhver ráðherra bara breyta þessu, því honum finnst þetta að vera eitthvað neginn öðruvísi. Ég meina, hann ætti að fara bara með málið inn í þing og það ætti að vera... 3 ráðherrar sem kynnti þetta. Já, mér er alveg sama að þingi ákvæða þingið þetta eftir að fara í þetta mál. Ég gerir ráð fyrir þetta verði löng og ströng umræða hver lendingin verður þessu og svo er líka áhugavert. Það er auðvitað alltaf verið að blása í lúðra og það er kannski að því maður nú nýr tiltölulega í pólitík. Það er verið að blása í lúðra hvað sé verið að fara að gera. Hvað er til dæmis verið að fara að gera í Suðurkjördæmi? Það er verið að halda áfram með að tvöfalda Reykjanesbrautina og það er verið að halda áfram með Ölfusárbrú. Þannig að sko, það eru kynningar kannski sem að leggja áherslu á þætti sem eru löngu búnir að fara af stað eða hafa verið undirbúnir. En það var ekki búið að fjármagna samt? Það var líka búið að fjármagna þessi verkefni að hluta eða nánast að öllu leyti. Það er þess vegna sem að verkefni í Reykjanesbrautinni hefur bara haldið áfram jafnt og þétt. Þannig að ég líka kalla eftir því bara þegar við erum að ræða með svona þætti. Þetta þarf ekki að vera svona rosalega átakadrifin umræða í mínum huga. Við eigum að geta verið miklu skynsamari í þeirri umræðu og ég veit að sko, lykilmáli núna er bara að bíða eftir því að öll sveitafélög sendi inn sínar umsögnir, allir hagsmunaaðilar og taka þessa umræðu með dálítið yfirvegum hætti. Já. Það verður ábyggilega margir sem sendin. Já, menn það er alls konar spurningum sem eru ósvarað. Þá til dæmis að fara í að stofna innviðafélag sem ég held að sé mjög góð hugmynd og við styðjum. En það þarf þá að fara í að stofna það þarf að ákveða hvernig það er fjármagnað. Þannig að það eru svo mörg skref eftir til þess að hlutirnir gangi upp og ég verð að segja ég er þeirra skoðunar að við eigum að vinna þessi jarðgangamál bara miklu meira heldur sem við gerðum í jarðhitann. Ég veit ekki hvort þið eru með eitthvað plön núna á seinnipartinn en mín tillaga væri að fara upp í Elladal og skoða gufuborinn Dofra sem er gufuborinn sem boraði 130 jarðhitaholur í ólíkum sveitafélögum og kláraði það verkefni, fór bara á milli. Þetta flækjustæði hjá okkur er líka í að regluverkið er orðið svo þungt og við eigum ekki vinnuvélina, menn að tala að gufuborinn Dofri hafi verið verðmættasta eða mikilvægasta vinnuvél Íslandssögunnar. Ég hefði viljað að ríkisstjórnin hefði bara tilkynnt að Vegagerðin væri að kaupa bor til þess að bora jarðgöng og hann ætti að vera í gangi sko næstu 40 árin. Það er miklu meiri sýn í þá átt. Af því að það er svo mikið, bara svo borin sem var nýttur við Kárahnjúka sem að ríkinu bauðst að kaupa en keypti ekki á þeim tíma, sko það er dæmi bara risavaxna vinnuvél sem að hefði geta haldið áfram. Þannig að sko við þurfum ofta að hafa langtíma sýn sem að varðar eitthvað annað en okkar kjörtímabil og það er kannski eitthvað sem að vantar, menn að ég er að gagnrýna í fjárlagafrumvarpinu, það er ekki minnst á málefni þjóðlendna. Það eru kannski ekki mest áreiðandu málin sko fyrir morgundaginn eða næsta ár. En 40% af landinu og hvernig það er nýtt og umræðan það er eitthvað sem að varða börnin okkar og barnabörn. Þannig að oft þurfum við að hafa svo miklu meiri sko langtímasýn í öllum þessum áætlunum sem einhvern veginn við virðistum ekki ná utanum. Eins og þetta sé fjölmiðlum erum, langtímasýn í fjölmiðlum. Já, einmitt. Já, við þurfum að ræða þetta. Við stöðu fjölmiðla. Já, maður kom með eina munnlega umsögn. Okkur langar til þess að fá nýjan stað fyrir æfinga á kennsluflug í borginni. Það er óbúslega mikið kvörtunum sem er að koma til heilbrigðis. Útsýnisflug og þyrlum. Og þyrluflug. Heilbrigðiseftirlitið okkar er bara hlaðið af kvörtunum. Það hafa verið 2 hættuleg tilvik sem að tengjast kennsluflugi. Þetta fengi allt og litla athygli í rauninni. Það sem að var næstum því slys yfir Kársnesinu, 30 metrar á milli kennsluflugvéla og svo fjall niður hjól bara rétt fyrir fram Alþingishúsið. Örfáum metrum frá hópi ferðafólks hefði geta orðið bara stór slys og jafnvel bara mannskaði af því. Þetta bara hendar ekki vel nálægt byggðinni, þannig að við viljum bara ítreka það að það liggur fyrir nefnilega samkomulag frá 2013 sem hefur ekki verið
samkomulagið er leysum þetta í næstu viku. Hæstiréttur dæmdi að það samkomulag er í gildi og það er ekki engin ágreiningur að innlandsflugið og sjúkraflugið er þarna þangað til við finnum nýjan stað. En þetta óþarfa eins og bara engaþotur að lenda þarna á besta stað og bara þvílík mengun og hljóðmengun og svo kennsluflugið og þyrluflugið sem þarf ekki að vera eins og fyrir túristana. Viljum gjarnan fá þetta flutt þannig að mátt koma í framfæri. Til og sendir Fjölmiðlar þurfa Ég er svo miklu að trúa þingir sko. Ég er svo miklu að trúa þingir. Já, fjölmiðlar þurfa að fylgjast með og já, eða þú veist slæm og ekki slæm. Ég var að skrifa daginn RÚV og hlutverk þess af því að mér fannst það svolítið erfitt að gera það vegna þess að þetta er alltaf svo viðkvæmt og þetta er svona pólitískt að fara að ræða RÚV en ég var að reyna að koma aðeins kannski inn á það. Mér finnst að það er ekkit endilega sama sem merkja á milli þess að RÚV veikist og minnki og aðri fjölmiðlar styrkist. Heldur, það er bara óbúslega mikið fjármagn að fara í RÚV og það mætti nýta það fjármagn miklu betur til þess að lyfta íta undir heilbrigt eitthvað sem getur kallað fjölmiðla vistkerfi, að það sé einhvern veginn heilbreiðara og að RÚV geti haft líkil hlutverk í því og ég hef mikla trú á því að það sé hægt og það sé hægt að nýta alla resursa, alla innviði þar miklu betur til þess að efla fjölmiðla í heild en það þarf kannski ákveðnar breytingar til þess að þetta megi verða og ég held að það þurfi kannski að formgera hlutverk RÚV gagnvart öðrum fjölmiðlum og það þurfi að setja það inn í þjónustusamninginn og kannski sem dæmi RÚV hefur auðvitað hlutverk gagnvart kvikmyndagerð svo dæmis tekið og þar hefur það bara skýrt og skilgreint hlutverk og akkurat því ekki hafa líka þetta hlutverk gagnvart öðrum fjölmiðlum af því að RÚV á aldrei að vera í samkeppni við aðra miðla, samkeppni við einhverja smámiðla sem að, þú veist, eiga ekkert og eru að reyna bara einhvern veginn að komast í gegnum mánuðin, sko, en og RÚV gæti verið miklu meiri leiðtogi í þessu og auðvitað er alltaf samkeppni milli fjölmiðla með að vera með einhverja fréttir, það breytist ekkert, en RÚV á mjög margt sem að maður hugsa með sér akkur bara RÚV, akkur bara þeir blaðamenn sem starfa þar að geta nýtt þessa innviði eins og bara safnið og svona bara tæknilegir innviðir og fleira og svo þetta líka og hann kom inn á þetta Stefán Jón Hafstein formaður útvarpsráðs sem formaður stjórnar RÚV, ég man ekki hvað þetta heitir núna. Hann kom inn á þetta daginn að hann var að minnast á það og nefndi þetta, ég man ekki hvað hann kallaði, hann var að tala að það ætti að vera til einhver svona kanall, einhver veita þar sem að aðrir geta komið inn í en svo veita er einhver leiti til, hún er bara RÚV.is, þar er veitt heilmikla efni og kannski mætti gera breytingar líka þannig að aðrir miðlar gæti einhvern veginn nýtt svona þá veitu með öðrum hætti eða þá að RÚV gæti gert eitthvað til þess að lyfta efni annara miðla þegar aðrir eru bara að gera eitthvað vel að af hverju ætti RÚV að vera að segja herru þetta er fín hugmynd, við skulum gera þetta líka og gera svona eitthvað næstu því eins þú veist, það er ekki, ég held að aðrir miðlar sem þreyttir á þessu sko. Það er sko sem er skrifað inn á vefinn sem að fréttamenn hjá RÚV er að skrifa, ekki tala eða sína, heldur sem er að skrifa inn á RÚV.is er ígildi dagblaðs. Það er svo mikið efni sem þið skrifa, þá er þeir í samkeppni við alla sko ykkur og aðra sem eru með svona efni, þá er þeir bara með sveit blaðamanna, fréttamanna sem eru að skrifa sem ígildi bara eins dagblaðs á dag. Já, en þetta er svolítið sko, flókin staða fyrir einmitt svona minni miðla sem eru, að því við erum alltaf svolítið háð þessum risa, þú veist, við viljum líka að RÚV segi, heyrðu, þetta kom fram hérna í gímaldinu, þau sögðu þessa frétt og þá auðvitað vilja að það sé gert, en þá vilja þessi gert af ákveðin virðingu og með því að lyfta því efni en ekki bara svona setja einhvers staðar næst í frétt og gera svo bara aðra frétt sem er næstuðum það sama og þá búið taka tilvísununa út, þú veist, þetta er svona, ég er ekki að segja að RÚV sé að því alltaf, heldur, en þetta er eitthvað svona, það þarf svolítið kannski bara breyta þessu og líka sko varðandi þú veist, varðandi
að þetta sé ekki bara eitthvað svona sem talað heldur, að þetta sé gert með einhverjum formulegum hætti, að það sé sett inn í hlutverk og ég tók nú dæmi að því hún segir þetta sé eins og dagblað, ef ríkismiðlinn væri dagblað, þetta væri hérna ríkisdagblaðið og það ætlaði sér að fjalla jökla og væri með eitthvað frábæra mynd eftir Rax, tökum það sem dæmi, þá myndi það ekki fara og segja, herru, hérna, ég er með ljósmyndaran en að fara að taka myndan af einhverjum jökli, bara gera eitthvað svipað og birta hana. Þú myndir alltaf bara kaupa þessa mynd af þessum tiltekna ljósmyndar og birta hana. En þú myndir ekki senda eitthvað annan og gera eitthvað svona næstu því sem svona, taktu hérna mynda þessu snjóskapli, þú veist, bara svona sem að líki svo við eitthvað og þetta líka kannski, RÚV hefur skyldur gagnvart kvikmyndagerðinni og ég ætla ekki að fara út í það líka, hérna, ég þekki það svo sem ekki alveg vel hvort að það virkar alveg eins og að það ætti að gera, en að það eitthvað svona, það búið að segja, heyrðu, það á að kaupa eitthvað ákveðin hluti, eitthvað ákveðin hlutfall af því sem RÚV sýnir frá sjálfstæðum kvikmyndagerðarmönnum. Og hérna, þannig að það ekki þannig að RÚV segir, heyrðu, þetta nú fín mynd sem þessi var að gera, ég ætla að gera bara eins mynd það sama og sleppa að birta myndina frá þessum, heldur þeir hafa einhverja skyldur og ég vil einhvern veginn að við reynum að hugsa þetta einhvern veginn með þessum hætti gagnvart öðrum fjölmiðlum og svo þetta bara aðgengi að þessu mikla safni, ég auðvitað að upplega það núna að vera nýbúin að stofna fjölmiðl, ég get ekki sendt ljósmyndar að stað eða tökumann og beða hann að mynda viðburð sem gerist fyrir 10 árum, það svolítið erfitt en auðvitað á ég ekkert myndefni frá þessu viðburði því að ég var ekki með fjölmiðil þá en RÚV á myndefni en mitt og ég hef auðvitað við höfum einhvers konar aðgengi að þessu safni, það er ekki jafn mikið eins og ég væri þar starfandi en akkur eftir það ekki bara verið jafn mikið. NASA er með reglur að þið kannast við það að maður getur tekið myndir sem að NASA tekur út í geimnum og hugmyndin svo að það sé opið vegna þess að það búið að borga fyrir það með skattfé. Það sama mætti gildum allt efni RÚV. Ef við myndum kjósa að útvarpa fréttum RÚV á samstöðinni, þá mættum við það. Ég stóð eitthvað með minni að maður verið eitthvað að reyna að gera þetta í sambandi þegar Útvarpssaga var í svona upphafsritunum. Það var stoppað. En Dóra, þú alltaf segja eitthvað? Nei, ég fer bara að hugsa hvað er eitthvað sárt að sjá sjálfstæða fjölmiðla og RÚV vera einhvern veginn að berjast bitana og ég held að öll þessi staða einmitt eins og RÚV sem fyrir að hegða sér eins og hver aðila á markaði sem rosa samkeppni sem náttúrulega með auglýsingafé og alltaf hrætt það að missa það því að þau eru hrætt að koma ekkert á móti örugglega með þröngan stakk líka en allt öðnur staðasamteldur en sjálfstætt rekni fjölmiðla eru að þetta sýnir bara hvað þröng staða einhvern veginn á fjölmiðlamarkaði og ég vil nú bara segja til hamingju og takk svona, við sem elskum lýðræði, við erum ofsalega ánægð með það þegar kemur aukinn flóra í fjölmiðlamarkaðin og það er svo óbáslega mikilvægt og þess vegna finnst mér svo oft, sárt að segja mér líður svona eins og það sé verið bara í staðinn fyrir einhvern veginn að það sé verið að hugsa og að auka stuðning til fjölmiðlunar eða þarf eitthvað að búa betur utan þetta umhverfi, það er alltaf verið að rífast bara auglýsingatekjurnar, allir sjálfstættarreknir eru bara RÚV á ekki vera auglýsingamarkaði, það er alveg réttmæt pæling en ef þau ættu að vera tekin á auglýsingamarkaði þarf þetta að bæta það upp að við viljum að það að mínum mati mikilvægt að vera með einhvern sterkar ríkisfjölmiðl en það ætti hann að vera með opinn faðminn og styðja við hinn og styðja við lýðræði. Tímandi byrjaði í haust og nú erum við með kerfi sem líklega verður endurnýjað sem er þannig að þið fáið engan styrk, það verður úthlutað styrk kannski í næstu viku, ég veit það ekki þið fáið ekki. Næsta ári að þá fáið þið getið sótt styrk miðað við þá 4 mánuði sem þið voru í rekstri á þessu ári sem að verður líklega í allt öðru samhengi við reksturi sem verður á árinu 2027 þannig að kerfið eins og oft þegar ríki fyrir að skipta svona þessu er raunverulega fyrst og fremst til þess að styðja þá sem eru fyrir þá sem eru sterkir við erum náttúrulega nekt í þessu því að okkar vöxtur hefur verið svona en við erum alltaf kannski með bara 10% af ritstjórnarkostnaðinum að meðan mogginn sem er í hnígnum er kannski með
27%. Það er nefnilega nákvæmlega málið. Að í staðinn fyrir... Akkur færð þú ekki bara, hvað heitir þetta, nýsköpunarstyrk fjölmiðla? Já, en það er nefnilega nákvæmlega málið. Að ég sem er búin að búa lengi í Noregi, þú veist, þá var ég alltaf svo spennt fyrir að kæmi alveg fjölmiðlastyrkur sem að væri það eins og þar hefur verið að styðja við að sé fjölbreytni, að sé flóra og það er margli og þá styður meira þá sem eru minni og ekki það sem eru stærri. Hér hefur tilkoma fjölmiðla styrkja kerfisins sem ég elska að sé konsept en það þarf að vera þá eðlilegt og beita sem er rétt með hætti. Það er búið að auka í rauninni einsleitna fjölmiðlamarkaði og það ýtir undir fákeppni, ýtir undir að stóru verða stærri og mér finnst það svo ótrúlega sorglegt að horfa upp. Já, ég er að meina það að bara að mokkinn er að stækka þetta. Ég held til þessi svo sammenning. En úti þá hefur verið alls konar styrkir. Heimildarinnar og mannlífs, að mannlíf hafi verið oflítil eining. Þess vegna þetta tekið, þetta er bara tómt rugg. Það komið saman til að reyna að stækast til að fá örugglega meira. Svo er það mannlíf og þau saminast. Ég meina, þannig að við erum að sjá sko að það er fækkun og það er stækkun og þá verða raddirnar færri og en úti, ég er búin að skoða þessi kerfi svolítið og þau hafa þetta tekið eitthvað breytingum. Þú veist, þá er einmitt hlutir eins og, þú veist, þú þarft að vera með ákveðið mikið líka að þá frétta efni, það er ákveðin svona lágmarkskrafa. Hér er þetta orðið rosalega mikið clickbait og það skiptir ekki máli endilega varðandi hlutfalli hvers konar efni og gæði og svo framvegis. Og svo líka það að sé einmitt einhverju nýsköpunarstyrkir séu, ertu við einhverju tækniþróun, ertu einhverju framförum, þú veist, bara þetta kerfi það þarf að endurskoða það. Ég bara verð að taka undir þetta. Ég verði eiginlega bara líka að hvetja fólk til að lesa þessa grein af því að oft er þetta umræðan sko á RÚV ekki að vera að árófast greinin hennar gímaldinu því að mér finnst þessi hugmyndafræði að RÚV sé aflvaki og sé að lyfta upp og auka flóruna vera svo ótrúlega sko mikilvæg hugsun og hluti af þeirri breytingu sem við þurfum að sjá og ég segi líka RÚV aldrei verið það sko RÚV alltaf verið svo á Akureyri sko leið og eitthvað byrja með eitthvað þá reyna þeir að kópira það til að drepa það þarf þá breytingu og það þarf líka þá breytingu þeir eru meira sér framleitt sko fréttatímana því að það verið töðanar á þeim að við byrjum klukkan 8 þess vegna þeir búin að tegja kastljósið til korter yfir 8 Já, mér finnst þetta sko við að vera að efla fjölbreytileika radda og líka að það sem maður hefur séð til dæmis á gímaldinu er að við þurfum meiri dýpt í fréttamennsku. Það er ekki nóg, þetta er það sem ég tek eftir, sko því að það eru störf þingsins og allt þetta. Þetta gengur allt út á það að vera með bara frétt, ekki að segja, heyrðu, þessi sagði þetta, býtum við heyrum hans í þessum, dýfkum þetta eins og reynum að búa til sko mikilvægt dýpra efni sem skiptir líka máli. Ég ætla ekki að vera með djúpt efni hérna, ég var að sprengja ríkisstjórnina á það sem er ekki djúpt. Ég ætla að spyrja þig, ætla þú að fara í framboð hérna fyrir Pírata í borginni? Ég er bara svona að melda þetta sko. Hvað finnst þér? Hvað þú er að gera? Ég þekki ekki hérna hvort að þið standið þetta bóða. Ég kann ekki að lesa inn um á Pírata. Ég held nú að öllum standið þetta bóða. Ég er svona aðeins að... Ætti formaðurinn ekki að leiða listan? Það er nú reyndar hafa Píratar ekkert alltaf verið þannig að það sé ekki alltaf verið svo við hefum nú aldrei verið með formannaður en við hefum heldur ekkert alltaf farið hefðbundnar leiðir í öllu. En ég er bara svona þess að melta þetta. Ég ákvaða að bjóða mig ekki fram til formanns þarna, er bara svona eins að melta þetta. Gætur auksar að bjóða þig fram fyrir aðra flokka, eins og Samfylkinguna? Ég veit ekki, ég er bara ekki búin að ákveða, nei, ég held bara að ég er ekkert að spá í því akkurat núna, ég er að spá í bara því að ég þurfi í rauninni bara að taka einhver skref þegar það er tímabært fyrir mig og bara hlusta á mitt eigið innsæi og það hef ég alltaf gert sko, ég er bara svona að reyna að vera trú einhvern megin tilfinningunni þegar hún kemur nákvæmlega hvað ég vil gera og hvort ég vil fara fram aftur, ég hef líka íhugað hvort ég er bara að fara að gera eitthvað annað en mér finnst áhugavert að vera þarna, það hefur verið alls konar hlutir, þú veist, borið að góma hvort að ég meina það geta verið sameiginleg framboð, það geta verið, þú veist, það er alls konar leiðir sem eru farið í þessu og ég er bara svona svolítið að gefa mig tíma til að melta þetta og reyna að komast að einhverju afstöðu sem er bara rétt fyrir mig, sko. Sem er ljósið ánur. Það er auðvitað að komast að, ég tala svo mikið, með Ríkisútvarpið. Það er svo svakalegt að, sko, á sjómannadaginn, þá eru, sko, sjómannadagsráð hér og þar og þau eru að gefa út blöð svona til styrktar einhverju sem eru með sjómannagarðin eða eitthvað en nú er bara RÚV hreinsart upp þeir bara bjóða sko þú getur sagt bara 10 sinnum á Rás 1 að þið séuð hérna
fyrir bara þennan pening og þá verða bara... Óska sjómönnum til hamingju með þetta. Þannig að það var að taka styrktarlínunar af litlu Héraðsfréttablaðunum. Ég byrjaði á Héraðsfréttablaði og þá var þetta sko besti tími ársins, það var sjómannadagurinn, því þá vildi allir, já, ég auðvitað ég með. En svo núna er þetta komið, nei, við fórum til RÚV með þetta. Og þá bara, og þetta finnst mér til dæmis, þegar að stíga bara langt inn fyrir línuna. Þetta er mjög sjúkur auglýsingamarkaður eða stóri kallinn er að soga sko minnsta markaðinn sem hægt er að finna. Þá er eitthvað að verðlagningunni á honum. Það verður, þetta er bara mjög athyglisvert að sjá hvað kemur. Nú er Logi Einarsson búinn að segja að það komi einhver fjölmiðla pakki, en hann á að koma í næstu viku. Hann er hættur við eitthvað. Það getur ekki hann ætlaði að klára þetta á föstudaginn síðasta. Hann ætlaði að kynna þetta, nú segir þetta sem komið til kynningar. En það hlýtur eiginlega að verða kynnt, þetta hlýtur að verða kynnt á næstu dögum. Það er eiginlega bara ekki annað hægt, það er allir að bíða svolítið eftir þessu. Það verður að klára þetta fyrir áramót. Allavega við, en ég reyndar, þegar ég var á Kjarnanum, ég var framkvæmdastjóri Kjarnans í 4 ár og við grínumst oft með að við sem, ef ekki bara breyta Kjarnanum í tölvuleik, af því að þá fáum við aðganga meiri styrkjum, af því að þá er svona stemming fyrir því að styðja við það og það verður oft í þessu nýsköpunum þá er einhver stemming, það var svona sem allir átt að vera að gera og við sem við gerum bara tölvuleik og þarfst að gera eitthvað og svo getur að finna fréttina Kvikmynd, það farið 35%. Eða bók. Bara bein útsending frá ríkisstjórnarfundum. En það er alveg fordæmi svona eitthvað að það sé eitthvað utanumhald, eitthvað kerfi sem styður betur við og kannski svona erum við bara rétt að byrja með eitthvað kerfi, styrktarkerfi gagnvart fjölmiðlum sem að virka betur og það er auðvitað ekki takt annað en að taka einmitt RÚV inn í það og það sem ég var kannski benda á er að þetta er ekki bara einhvern veginn auglýsingamarkaðurinn og ég hef ekki trú á þessu sem ég talaði að ef RÚV einhvern veginn fer af auglýsingamarkaði þá muni það þeir fjármunir sjálfkrafa trítla til annara miðla, það mun ekki gerast sko. En þannig að ég held að við þurfum bara að vera svolítið skapandi í þessu og finna einhverja leiðir en af því að þú spyrir aðan sko styrkina, ég skil þetta þannig að við getum ekkit, ef að gímaldið verður ætlar sér að sækja þessa styrki að það geti ekkert gerst fyrir 2027 vegna rekstrarársins 2026 og þú þarft að hafa verið starfandi í 12 mánuði þannig að það er ekkert sem sem ég er ef þú byrjar í september umsóknina eru svona í nóvember þannig að þú nærður þessu þá ferðu bara svona 1/3 og svo eftir að kannski bara vaksa þannig að þú ferð kannski bara 1/6 af því sem passar við reksturinn sem er með þá þannig að raunverulega er þetta til þess að styrkja stöðu þeirra sem eru fyrir og halda aftur að samkeppni. Þetta er alveg glata. Það hefur auðvitað vantað eitthvað sem stuðlar að nýsköpun í greininni af því að það er líka, það eru auðvitað styrki núna og það er að koma meira í gegnum til dæmis almannaróm, það eru styrkir ef þú ætlar að fara í eitthvað svona tæknilega nýsköpun en það er og fleira þannig en það er þetta kostar líka peninga. Nei, það vantar að sjóður fyrir rannsóknarblaðamennsku, það þyrfti að vera skattfé þarf að fara í þá þegar við erum talað um þetta á að vera stóð lýðræðisins og það nú erum við bara inn á tíma það er Eyrún Dóra Björt og Halla Rund, takk ykkur fyrir að vera þetta. Takk fyrir. Ég ætla að taka hérna á móti 2 mönnum hérna eftir. Albert Jónsson var ráðgjafi forsætisráðherra í utanríkismálum og síðan sendiherra bæði í Washington og Moskvu og Guðlaugur Þórðarsson var utanríkisráðherra. Ég ætla að tala við stórtíðindi helgarinnar sem kom eiginlega á föstudaginn sem er ný þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna sem er mjög söguleg. Við ætlum að fara aðeins yfir þetta hér eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Loftslagsvísir Hellnaskers sýnir að losunarfrekustu fyrirtæki Íslands losuðu yfir 4,7 milljón tonn af koltvísýringi árið 2024 og heildarlosun jókst 9%. Með þessu viljum við minna á ábyrgð og gagnsæi. Gleðileg jól með von minni losun á komandi ári. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri.
BSRB, afl í þágu almennings. Líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þínum hátíðarnar á wafr.is. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is